að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Það sérstakur uppbytunar þáttur fyrir Ólistild kvenna núna og við verum hérna í loftinu til klukkan 11:30. Þeir sem eru hérna í settinu eru Lúther Gesson, ritstjóri 51.is, handboltasíðunar, Ingvar Örn Ákason, þjálfari HK og Jóhannes Lange, þjálfari hjá Fylki. Og já, við vorum rétt í þessu að tala við leikmann stjörnunar en Þorginu Önnu Atladóttur, strákar, svona áður en við förum í næsta viðmælanda. Hvað í ósköpunum voruð að tala hérna áðan við hérna, hvort það er að spila í kjólum eða eitthvað, Ingvar? Við vorum ekki að tala um kjóla, ég bara heyrði það að verið rætt að spila hugsanlega í pilsum sem er satt, það var umræða um það og það er liði í Frakklandi sem spilar í pilsum sem er satt með svona hjólabuxum innanundir, skilur já, þetta er bara smekksatrið, það spilaði þessu í golfi og tennis og það er greinlega umræða einhvers staðar að spila þessu í handboltanum. Þannig að það er bara umræðan, skilur. Já, þetta er bara góð umræða. Þetta er bara það sem ég heyrði frá góðum fugli. Þú er alltaf að selja þetta úr gólbúðinni, maður. Já. Prósentu þar eru Já, en eða verður svo gott. En nóðum það í bili, við erum komið á línu núna Tinnu Sofíu Traustadóttur sem er orðin leikmaður Selfoss á nýjan leik og já, ég ætla að henda boltanum beint yfir á Lúther Gesson, ritstjóra 51. Sæl Tinna. Hæ. Hvað segirðu? Ég sé bara fín. Jæja, við erum góðir. Hvernig ganga æfingar? Það ganga bara vel. Já. Ég ætla bara að segja svo pakka, það gengur bara vonum frá það. Já, nákvæmlega. Sáttar með svona undirbúningstímabilið, þið spiluðu á Ragnarsmótinu? Já, við erum búin að æfa ótrúlega vel og mikið og það er margir hlutir í undirbúningnum sem hefðu mátt vera betri en við erum að bæta okkur dag frá degi og við erum að læra af því sem við erum að gera sem hefðu mátt vera betra. Við nýtum það bara á góðan hátt, tökum alltaf bara með það jákvæða með okkur og horfum fram á því. Gengi vel hjá þér? Engin svona, hvað er það, afturbati eða neitt síðan þú byrjar aftur? Nei, það er bara eins og ég segi, það hefur gengið vonum framar og bara, já, eitthvað, þetta er miklu betra en ég hefði nokkuð tíma þurfa að vona, ég ætti ekki vonað að spila handbolta aftur en svo bara hefur þetta gengið eins og ég sögu og mér líður vel allavega ennþá. Hvað þessi tími sem þú varst frá og frá því þú tilkynnir það og sért hætt og út af þessum náttúrulega bara mjög alvarlegu meiðslum sem þú lendir í höfuðmeiðsli, var þetta poppandi upp daglega að einhvern tíma myndirðu vonandi koma aftur? Nei, ég verð alveg viðurkenna það bara, þetta var það mikið svona fyrst, skilur að ég spáði ekkert í og ég var svo sátt við ákvörðunina svona fyrstum sinn að vera hætt í handbolta þetta að ég bara, einhvern veginn upplýði nýja hluti, bara bjöðbæti mín og fjölskyldan skilur við kvöldmáttatíma og eitthvað svona sem það hefði ekki verið bara aldrei eftir ég átti strákana að það einhvern veginn kom ekkert upp sko. Ég var náttúrulega stjórnhandkjastildurinn á meðan var semst allt síðast ári stjórnhandkjastildurinn þannig að það var alveg mikið að gera hjá mér í handboltanum. Veitti skapiðinu bara þar? Já, og nýtti allar meina krafta þar og var mikið í kringum lið og mikið í kringum handboltan þannig að það var alltaf mikið að gera en auðvitað svo þegar tíminn leið og það var lengri tími frá þessu og ég var svona orðið bara góð og var fann að fara bara að æfa og var góð og þá fór ég svona gæla við þetta að vera að ég geti kannski spila handbolta eftir og svo þegar Basti ringdi mig og spurði hvort það væri einhver smuga að ég myndi kannski spila handbolta eftir að þá bara var ekki aftur snúið sko allavega að láta reyna á það. Maður er svona þegar maður horfir á þessa deild maður er svona að reyna að staðsetja Selfoss-liðið. Það hefur verið þannig bara gegnum svona árin eða síðustu tímabil Selfoss missir ekki marga leikmenn. Ekki þannig, ekki mjög stóra. Ekki kvennamegin. Nei, ekki kvennamegin. Nei, svona það er kannski öðruvísi karlamegin það sem er svona stærstu póstarnir eru teknir. Hvernig meiturðu stöðuna núna? Hvar sérðu Selfoss, hvar sérðu Selfoss vera að spila í deildinni? Sko, ég er ekki rétt að manneskjan til að spyrja mig eitthvað svona því að ég kom með svo nýja sína á þetta allt saman. Ég mæti bara æfingar og hugsa bara ekkert neitt annað en sjálf mig. Ég veit ekki eins og hvernig önnur liðið deildinni er, sko. Okay. En
ég sá að þú spáður okkur neðsta sæti, þannig að ég er ótrúlega ánægð með það, af því að Dómnefndin. Lúti og dómnefndin? Já, Lúti í dómnefndinni, allavega, ég var ótrúlega ánægð með það, mér finnst ótrúlega gott að fara bara presslausu tímabili og þú veist, þannig að þú varst ánægð með mig að þú hafi lært þarna. Ég er frekar ánægð með þig, sko. En ég held samt, og ég ætla að fá að segja, ég held við lendum ekki í þessu sæti. Við erum búin að æfa fáránlega vel í sumar og betur heldur en nokkuð tíma áður. Maður segir þetta alltaf, búin að æfa vel, en við hefum alveg miklu betur heldur en nokkuð tíma áður. Mér finnst andinn í hópnum vera betur heldur en einmitt nokkuð tíma áður, þú veist, bara liðsheldin og þetta allt. Og þótt við hefum ekkert styrkt og kannski mikið, þá fengum við samt inn Örnu og Jóhannu. Og veist, við hefum ekkert verið að missa marga, en við mistum náttúrulega Elinu til Stjörnunar sem var náttúrulega, var líka mikilvæg hjá okkur. En mér finnst samt, ég held að leiðsheldin og þetta hafi sjaldan verið betra og ég held að við munum fara langt á því, eins og segja, við erum í góðu standi og svona, ég er mjög spennt fyrir að sjá hvernig þetta fer. Þetta er eiginlega bara rosa erfitt að þegar við vorum að setjast niður einhverjir 6 manns og vorum að rýna í þetta hver við ætlum að staðsetja þessi 8 lið. Maður var bara í mestu basli með það. Já, ég trúi því vel og eins og segi, ég er alveg sammála. Mér finnst ég ekkert eitthvað að sjá augljóslega hverju vera meistarar eða hverju ekki vera falla, sko. Ég held að þetta verði útrúlega jafnt og ég held að við hefum síðan kannski svolítið undirbúningu núna sumar að þetta er jafnt og það eru breytingar í mörgum liðum og svona og ég held að þetta verði að skýrast alveg svolítið langt fram eftir tímabilinu. Já. Einhver ein regla á þessu nýju reglu sem að þú er trætt við? Nei, ekkert. Þetta eru bara reglur sem eru settar og þetta er hlut af því sem við getum ekki stjórna. Þú hleypir bara inn á völlin og spila handbolta? Þú hleypir bara inn á völlin og spila handbolta? Já, þú veist, það þýðir ekkert að vera spá í hlutum sem maður getur ekki breytt og sem maður hefur ekki áhrif á. Þannig að þá er bara best að fara eftir þeim og gera sitt besta í því sem maður getur stjórna. Ég var að spá í þessi meiðsli þínu, við aðeins komum inn á þau. Þetta kemur alltaf þessi umræðu upp aftur með þessa leikmenn, því að nú eru leikmenn vissulega í deildinni sem að hafa lent í höfuðmeiðslum og mismiklum með hlífðabúnað. Einhverstaðar heyrði það að hann yrði bara alveg bannaður. Já, ég man alltaf þegar ég nefnbrotnaði þegar við vorum að reyna að fá það í gegn mig, ég myndi fá að spila með nefngríman og þetta, þá komu bara þær ástæður og þau svör frá hási, þetta er náttúrulega bannað alþjóðlega sögður, en svo kom það líka að þú þarft að spila með hlífðabúnað. Það er ekki nógu góður til að spila handbolta og þeir eru að hugsa manns eigin heilsu. Þannig að meðan þú þarft að nota eitthvað svoleiðis þá kannski átt að vera að hugsa eitthvað annað. Þannig að, en ég skil þetta samt ekki og ég mun aldrei sætta mig við þetta. En eitthvað sem er mjúkt og eitthvað sem skadar ekki aðra, þá finnst mér ætti að vera leyfilegt. En kannski er þetta alveg rétt sem að þú þarft virkilega hlífðabúnað að halda það, þá ættir kannski bara ekkert að vera að spila. Finnst þér sjálfri, svona nú ertu búin að vera að spila leiki eins og á Ragnarsmótinu og annað og svona, þú veist, taka á æfingum. Er þetta eitthvað sem að þú myndir vilja vera með, bara, hreinlega? Nei, ég ætla eiginlega bara, nei. Ég, þú veist, eins og segi, ef ég þurfti á þess að halda, þá ætti ég ekki að vera að spila, þú veist. Ef ég get ekki spila svona eins og ég er núna, þá, þú veist, ætti ég að sleppa því. Þá er ég vantilega að taka ykkur sens og eitthvað svona, þannig að ég ætla að segja það, mér finnst ég ekki þurfa hlífðabúnað að halda og ég myndi ekki vilja spila með svoleiðis, þá ætti ég með þess að bara vera að gera eitthvað annað. Já, nákvæmlega. Það verður spennandi að fylgjast með Selfossliðinu í vetur. Já, það verður það. Eins og ég er ótrúlega spennt. Ég hef aldrei upplifað, ég líka kannski bara upplifað þetta eitthvað svolítið öðru í sig núna, en ég hef aldrei skemmt mér jafn vel á æfingum og verið mitt bara notið þess jafn mikið. Þannig að ég er ótrúlega spennt að sjá hvernig þetta fer allt saman. Spennt að mæta fram mér í fyrsta leik. Já, hvað ætlar að gera mörg í vetur? Ég veit það ekki. Ég haus ekki Guðrún einu sinni fyrir Stebba Arnars og ef ég nefn því þá er ég ótrúlega sátt. Já, ok. Eitt gott mark á tímabili, við þykjum það. Já, eitt fyrir Stebba. Hann er það er ekki spurt út í það. Stebba Arnars? Já, hljóma mjög vel. Það verður inn á línuna. Við spurjum hann út í þetta eftir. Tinna Sofía Traustadóttir, þakka kærlega fyrir að gefa ykkur tíma og gangi ykkur sem allra best á leiktíðinni. Takk kærlega fyrir þetta sem leiðis. Takk. Það verður að gefa ykkur tíma.
Já, strákar, já, það er stemning á Selfossi af allt. Þetta er náttúrulega hvað? 5. tímabilið ekki sem þau fara inn í? Jú. Allir gátt að horfa hvernig hann Þú ert selfisíkunni, gæstu, þú átt að vita þetta. Ég fór á hæli Gnúberreppi En nei, það var gaman satt að mér varst mjög gaman að heyra svona frá henni að hún er náttúrulega að fara kannski með bara öðruvísi stemningu inn í þetta skilur og horfur eins og sagði öðrum augum að handboltan hugsa sjálfa sig kannski fyrst og fremst njóta þess að vera á æfingum hefur ótrúlega gaman að þessu satt hérna með borðið í fyrra sem stjórnarmaður og sem er vantarlega skemmtilegt fyrir leikmann að upplifa þá hlið og já, hún ætlaði ekki að vera neðst, ég þorði ekki að spyrja hana hver hún myndi setja fyrir neða sig, hún ætlaði ekki að vera neðst og það er þannig hún hlýtur að vera búin að sjá eitthvað lið fyrir sig þá sem að það er eiga að vera prófa. Já, eða þá bara hún haldi þetta verði mikill barningur og þetta verður kannski nokkur lið í baráttuna það verður það klárlega. Það má segja, ég verður að spyrja því setja aðeins boltan á því, Jóhannes Lange þetta eru 8 liði í deildinni get ekki allir unni alla í þessari deild þannig sé, svona með seinasta tímabil. Jú, það er bara klárlega þannig það er geta allir unni alla og það verður hver einasti leikur verður bara reynilega byggarústan leikur sko, það er bara þannig það verða allir á taugin yfir því hvernig leikindi fara og það er ekki hæglega, það getur hvaða lið það eru ykkur 4 umferðar fram að landsliðspásu og það getur hvaða lið sem er í þessari deild verið hæglega bara með 0 stig eftir þá 4 leiki. En já, við ætlum að halda áfram í umfyllunum fyrir Ólafsdeild kvenna og já, við verðum til klukkan 11:30 þannig að það er ekki langt, það er 1 lag og næsti viðmælandi, já, hann er nú búinn að vera svolítið í kringum Ólafsdeild kvenna í gegnum tíðina, Stefán Arnarsson. Hann er náttúrulega 60 ára gamall, þannig að hann er náttúrulega búin að þjálfa síðan hann var 14 Við fáum einhverja fyrirsagnina núna Já, við erum að spyrja hann út í þessa hausun sem að Tinna ætla að taka á Guðrunósk þannig að við ætlum að spyrja Stepp út í þetta. Nákvæmlega. Hann Stefán Arnarsson hinum við línuna eftir skammastund fari ekki langt. Sportátturinn með ykkur til klukkan 11:30 í kvöld. Það er náttúrulega uppbytun fyrir Ólafsdeild kvenna fyrir þá sem voru bara að koma við hlustu núna. Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarsinni frá Hæli.